Komið sælir áhandi góður og verið velkomnir í ritstjórnuna sem að þessu ætla að fjalla svolítið frétta árið sem senn að baki. Fáir dagar eftir á þessu herrans ári. Það sem fréttirnar voru stórar, margar hverjar og sumar hverjar það stórar að við eigum alla til fordæmi og eru í sjálfu sér einsdæmi þegar að forsætisráðherra þarf að segja af sér á Íslandinu sakir skattaskjóls. Og við getum fjallað enn fleiri atriði, tvennar kosningar, annars vegar var kosinn forseti Íslands og hins vegar nýtt þing sem jú komið saman en það svolítið krúttleg stjórnarkreppa á Íslandi. Stjórnmálamennir reynast og verða að tala saman hver við aðra og ná svona sáttum, sérstaklega í aðdraganda fjárlagagerðarinnar sem nú stendur yfir en hjá mér Gunnar Smári Egilsson, útgefandi Fréttatímans og Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans. Heilir og sælir, Þórður byrja á þér, stærsta fréttin á þessu ári. Það getur náttúrulega ennþá eitthvað gerst en getum við ekki verið sammála það að afsögn forsætisráðherra hljóti að vera svona við toppinn? Ég veit ekki hvað ætti að gerast sem myndi toppa það að forsætisráðherra segja af sér eftir að hafa verið opinberaður með þeim hætti sem Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var opinberaður. Hann hafði leynt því að hann og kona hans ættu miklar eignir í öðrum efnahagsveruleika en sem þeim geymdu í öðrum efnahagsveruleika en þjóðin sem hann stýriði. Hversu stórt þetta í sögulegu samhengi? Þetta bara eitt stærsta fréttamál allra tíma í Íslandssögunni. Þetta risastórt fréttamál bara í alþjóðlegu samhengi. Það sem mér hefur alltaf þótt líka alvarlegast í þessu, þetta kannski þríþætt. Það í fyrsta lagi það að hann átti þetta aflandsfélag með þessum miklu eignum og leyndi því. Í öðru lagi að hann var kröfuhafi í bú bankana á sama tíma og hann var að vesennast mikið í þeim málum og lét engan vita því sem stóralvarlegt og í þriðja lagi að hann sagði ósatt í mjög frægu viðtali sem fór út allan heim og var líklega einhver versta landkynning sem við höfum orðið fyrir og síðan þá náttúrulega má líka, það má líta á þetta sértækt þessar vikur hérna í mars og apríl í aðdraganda þess að þessi þáttur var sýndur og Panama-skjölin voru opinberuð. Og það sem gerist í kjölfarið, þessi fjöldamótmæli á mánudeginum og svo afsögnast á þriðjudeginum og svoleiðis. Það má líka líta á þetta heildstætt, þessa dauðagöngu forsætisráðherrans og formannsins, þennan svona tragíska, stundum tragikómíska harmleik sem ennþá einhvern veginn að teygja sig. Tilraun hans til endurkomu og síðan svona innra fall hans innan Framsóknarflokksins og núna þessar eilífu skylmingar við fjölmiðla og samsæriskenningar og baráttu við strámenn sem hann stillir upp við hvert horn. Sú dauðaganga náttúrulega líka mikil frétt í sjálfu sér. Sumir vilja bara einfaldlega segja þetta sé mannlegur harmleikur. Já, Sigmundi. Já, þetta náttúrulega svona blöndur, bara gerir fáránlegu mistök að hann reyna að halda reyndu að þau hjónin eigi eignir á aflandseyjum og séu kröfuhafar í bú bankana meðan á sama tíma hann að berjast gegn kröfum. En svo þetta líka jákvætt mál. Þetta heilbrigðismerki hjá þjóðinni að hún reis upp og eftir Kastljós eitthvað 7-leytið á sunnudagskvöldi og hann var búinn að segja af sér held ég upp úr hádegi og þriðjudegi. Þetta ótrúlega vel að verki staðið hjá þjóðinni að hrista af sér forsætisráðherra jafn snöggt og miklu betur heldur en að við hefum líklega sett heimsmet þar í að losa okkur við spillt stjórnvöld. Ég held að þetta ekki Bandaríkjamenn margar vikur og mánuði að losna við Nixon. En haldið þið að Sigmundur Davíð hefði getað hannað þessa atburðarás öðruvísi og náð sér aftur á strik í pólitík? Sumir segja hann hafi farið kolvitlaust í málið. Með því að segjast eiga fé á aflandseyjum í kosningabaráttunum 2009. Ég veit ekki, ég bara hef ekki hugmynd. Ég held að það hefði skadað hann þá og trúverðugleikans ef hann hefði sagt að hann var að berjast að það sækja fé til kröfuhafanna en hann var jafnframt einn af þeim. Þetta bara lausnirnar í þessu máli eru eiginlega svo skrýtnar að það ekki hægt að ráða í það, hver staðan hefði verið. En hefði hann getað komið sem auðmjúki maðurinn og sagt afsakið þjóð mín, ég gerði mistök og ég ætla að læra af þessu. Hefði hann getað það? Málið það stórt að það út af fyrir sig hefði ekki nægt? Ég held að það séu kannski tvenns konar svör við þessa spurningu. Í fyrsta lagi held ég að hann, bara eins og hann hefði aldrei getað. Hans persónuleiki hefði einfaldlega ekki leyft honum. Vegna þess að það í eðli Sigmundar Davíðs að
að horfa á heiminn svartkvítum augum, annarkvort ertu með honum eða mót honum. Ef þú ert á mót honum þá áttu hluta af einhvers konar samsæri gegn honum. Og hann hefur aldrei viðurkennt og aldrei geta litið neitt í eigin barm varðandi þessi mál. Hann hefur aldrei geta hort inn á og sagt bara, heyrðu, hér gerði ég mikla fleipur. Og í því náttúrulega sjálfsög fólki mikill vandi fyrir stjórnmálamann. Hann gæti ekki eins og sagt af sér, hefði pælið í því, sko. Nei, það þurfti þingflokk Framsóknarflokksins og Sjálfstæðismennina til þess að leiðan eins og reykur út úr Alþingishúsinu. Hann kom aldrei og ávarpaði þjóðina og þakkaði það traust sem að sér hefði verið sýnt og baðst velvirðingar á þeim óskunda sem hann hafði dregið yfir þjóðina. Hann ávarpaði aldrei þjóðina. Og hefur ennþá ekkert gert það, skilur. Þetta bara hver einhvern veginn farsinn sem rekur annan ennþá þar sem hann kemur fram og heldur sínur yfirrildi við allt og all áfram. En ég held að það hefði engu máli skipt að hann komið eftir þennan Kastljósþátt og sýnt auðmitt og beðist afsökunar á því sem þar hafi komið fram. Það var augljóst að hann hafi beitt blekkingum til þess að komast þangað sem hann komst. Og hann hafi lengt þjóðinni og samstarfsmenn sína mikilvægum upplýsingum sem voru skiptu augljóslega á máli. Varðandi það að hann geymdi peninga á þessu stað sem hann geymdi þá og að hann var í kröfuhafi í bú bankana. Gott og vel, skiptum algjörlega gír, það af svo miklu að taka. Við verðum aðeins að staldra við EM-ævintýrið. Þessi íslenska þjóð, hún getur nöldrað og tala illa hvert annað út í það óendanlega og gert athugasemdir við allt, það má ekki byggja hús, þá verður allt vitlaust og leggja vegi, hvað þá annað. En þennan mánuð í sumar varð hún óskaplega krúttleg samheldin fjölskyld og þetta ævintýri bara með hástöfum. Maður þarf ekki einu sinni að hafa áhuga, minnsta snefil af áhuga á fótbolta til þess að grenja í sig þetta ævintýri. En þetta bara svo jólin, þegar hringtir inn þá voru allir vinir. Þetta var bara þannig. Þetta tókst Birnir Steinbeck að verða skúrkur í þessu, annars var þetta bara friður alla grundir í þennan... Það fór bara heill mánuður í þetta? Í mánuð, já. Það sem var bara ekki við hæfi að vera með eitthvað leiðindi. En þetta með þetta sem stóra frétt? Sko, oft á tíðum þegar fréttir eru svona gleðilegar þá finnst okkur ekki fréttnæmar og hinnar sem eru svona dramatískari, en þetta náttúrulega stórfrétt. Þetta risafrétt, aftur á bara alþjóðlega mælikvarða. Við erum svona langminnsta þjóð sem hefur náð inn á lokamót og hvað þá að ná svona langt eins og við gerðum. Slóum út svona söguleg knattspyrnu stórveldi eins og Englendingar. Byggum til einhver skemmtilegustu svona YouTube-klippur sem hægt að finna af Steve McLaren fyrir þjálfara Englendinga að vera kjaftstopp þegar Íslendingar skoruðu seinna markið. Og þetta var, ég var þarna úti, ég fór á alla leikina nema Englandsleikinn og þetta var alveg magnað og maður týndi sér í þessari bublu, þessari hamingjubublu og einhvern veginn hafa sama hvern maður hitti, það var ekkert svigrúm til þess að vera með neitt vesen. Voru bara allir komnir á bólinn og stuttbuxurnar og búin að andlitsmála sig og einhvern veginn týna öllu egói og svoleiðis. Þannig að þetta var bara frábær frétt og óbúslega nauðsynlegt held ég fyrir Íslendinga að finna eitthvað sem gat svona saman á. Svo fannst mér mjög skemmtilegt að við gerðum þetta allt með því að spila okkar svona ljóta overachieving fótbolta. Við erum ekkert sérstaklega góð í fótbolta en við erum mjög góð í leikskipulagi og eigum 1-2 mjög fína leikmenn og það að beita því gegn þessum stjörnum, það var og sjá það virka, stórskemmtilegt. Sko, forsetakosningarnar komist nánast í skugga þessa ævintýri sem EM-slagurinn var og það komist vitaskuld í áttalega úrslit en margir undrast það ennþá að Davíð hafi tekið slaginn. En hann tekið sákurinn? Já. Af hverju heldur hann hafi tekið hana? Bara eitthvað svona... Skyndi ákvörðun? Ég held það, já. Ég held að hann hafi svona lengi grun að hann gæti þetta og þess að það var svona lagt það saman og svo einhvern veginn þegar að staða Ólafs var orðin einhvern veginn veik og komin ég held að Panama-fréttin hafi verið komin Ólaf þegar hann tekur ákvörðuna að þá held ég hann hafi bara tekið ákvörðun einn og ekki rætt við neitt. Ég held að hann hafi verið byrjaður að hugsa þetta þegar Ólafur tilkynnt hann ætlaði að hætta. Og ég hef heyrt svona að því að það hefur verið svona allir ýmsir í kringum hann sem voru svona strategísera, voru að láta mæla hann og svona í aðdraganda áður en þetta vinterismál kom upp og áður en einhvern veginn að Guðni TH sem svona lýsandi af sögulegum stjórnmálulegum atburðum varð súperstjarna og kandidat í þessum forsetakosningum. En svo
hafa hann bara einfallega einhvern veginn slegið til án mikils undirbúnings. Þegar landslagið var allt í orðið gjörbreytt, sko. Var kominn allt öðruvísi kandidat einhvern veginn inn í spili sem var að mælast mjög vel sem var Guðni. En þess utan þá held ég að Davíð hafi bara aldrei átt séns og það mjög fínt held ég að maður sem hefur verið svona fyrirferðarmikill, ég meina hann hefur verið alltumlykjandi allt mitt líf, verið borgarstjóri frá ég var tæplega 1 árs og svo forsætisráðherra og utanríkisráðherra og seðlabankastjóri og ritstjóri og ritstjóri blaðið og allt það, að hann fái mælingu hjá þjóðinni það hvað henni finnst hann. En hversu sárt þetta fyrir Davíð Oddsson eftir sko hans farsæla og litríka feril? Þetta var maður sem fór með himinskautum bæði sem borgarstjóri og svo lengi framan af sem forsætisráðherra þjóðarinnar. Svolítið langt síðan, sko. Já, reyndar. Stóri sigurinn í borginni var 1990, stóri sigurinn í kosningunum var líklega 99. Jú. En kosningarnar 2003, Össur fór upp fyrir hann í Já, bara hryllilega kosningar og þá var komið ljós að hans pólitíska inneign var búinn og hann var ljóst að hann gat ekki haldið forsætisráðherra stólnum, samdi með svona helmingaskipti við Halldór og fór þar og yfir í Seðlabankann og það var náttúrulega hörmungarsaga hvernig sem á það litið og röklaðist þar í burtu. Þannig að það er ekki þannig að það séu sko einhver glæstur stjórnmálaferill og svo þessar kosningar. Og það frekar einhver svona blind að halda, hann sagt í Hollywood að þú ert aldrei sterkari en síðasta bíómyndin, sko, þú ert framleiðandi eða leikstjóri eða leikari, sko. Og Davíð hefði mátt hugsa það þannig, sko, en hann fór nú að vísa til einhverja kosningasigra í fyndinni og hann gæti tekið þráðinn þaðan, en þannig bara gerist þetta ekki. Það sem ég held þetta að sé allt í lagi, ég meina, Davíð er með alls konar beglur og þolir þetta örugglega og ég held hann gráti ekki sig í svefn á hverju kvöldi, sko. Það sem að svona skadar hann kannski er að hann gat svona skrifa Reykjavíkurbréf og leiðara og menn vissi ekki alveglega sko hvaða power var þarna á baki. Það var svona óræð stærð, það var nú einu sinni Davíð og alltaf. En þarna fekk hann eiginlega svona mæleiningu og hann er bara 13% og þar af leiðandi er ekki kannski svona svo meinta undir hans innleggi inn í samfélagsumræðinu og menn töldu kannski. En herra, menn, er þetta einhver kaflaskil? Er sterki, stóri, afdráttarlausi stjórnmálamaðurinn að baki og eitthvað nýtt að taka við? Getið þið lesið eitthvað í þessi tíma? Já, það er náttúrulega, það er líka tímamót í því að Ólafur Ragnar sé hætt. 20 ár af þessari tegund stjórnmálamanns sem sko endurskilgreindi hlutverk forseta samkvæmt stjórnarskrá eftir eigin hentugleika, rak sjálfstæða utanríkisstefnu sem var oft í andstöðu við það sem ríkisstjórn var að reka og svo framvegis. Og Davíð er af sama skóla þótt að þeir séu að einhverju leyti ólíkir persónuleikar. Guðni T. Jóhannesson er allt öðruvísi bara eining en þeir eru. Og kemur inn sem svona miklu meiri maður fólksins, miklu einhvern veginn eðlilegri forseti og forseti sem rímar tel ég miklu betur við þann takt sem er í íslenskri þjóðarsál núna en svona fyrirferðarmiklir gamlir pólitískir frekir kallar eins og hafa verið dálítið alltumlykjandi á undanförnum áratugum. Og við sjáum það á mælingum, fyrsta mælingi sem Guðni fær núna í skoðanakönnun sem var hjá Fréttastofu 2 og Fréttablaðsins, það er bara nánast allir mjög ánægðir með hann. Yfir 97%. Og hann er þú veist, á annar hverju mynd með buff og óbúslega alþýðlegur og hjólat út allt með börnin sín og fer hún í pítsudómin og svo allt þetta. Ég held að fólk hafi verið að kalla eftir. Ég held að þetta sé staða sem að sko Vigdís náðu ekki fyrir en eftir svona 5-6 ár embætti. Það er að fá okkur svona menn. En ég held að sé bara þessi svona að vera ekki að setja sig á háan stall eins og Ólafur Ragnar alltaf var komin á okkur svona eða dálítið súrealist háan stall og orðið niður á okkur. Og einhvern veginn fann til sín rosalega sem landsföðus og hann þurfti að taka drastískar ákvarðanir til þess að verja okkur gegn okkar eigin ákvörðunum og svo framvegis. Þetta er ekki til staðar hjá Guðna. Fólk trúi því bara að hann sé eins og við erum bara öll flest og ég held að það er bara nákvæmlega það sem við þurftum. Við erum ennþá að melta úrslit þingkosninganna sem haldnar voru í sumarlok og erum að velta fyrir okkur hvað niðurstaðan þýðir. Geturðu lesið eitthvað í þetta? Það fjölgaði með einn flokk vissulega á þingi. Píratar fekk ekki eins mikið þeir heldu. Sjálfstæðisflokkurinn varnaði sig úr að loka sprettinu. Vinstri græn komu vel undan þessu samfylkingin hrundi, Framsókn svona sildi þann sjó sem menn heldu með innanflokks átök. Björt framtíð komst aftur upp fyrir 5% og er kannski lykilstöðu núna með Viðreisn.
það komin upp svolítið ný staða í pólitíkinni. Hún ekki jafn afgerandi og áður, finnst mér að mér skoðið. Nei, en það eru fjöldi kjósenda sem að greiðir atkvæði. Þetta ekki, maður getur ekki lesið einn vilja þjóðarinn út úr þessu. Það er bara þjóðin er svona klofin, en það eru nokkri svona megin þættir sem maður sjá, nokkra svona stórar sögur sem eru í gangi. Það er kerfisflokkarnir að ganga, missa sín tök á samfélaginu. Þeir eru mótuð í gamla Ísland, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, mælast núna eftir að hafa komið út úr ríkisstjórn sem að svona hafi bjóð við þokkalega ytri aðstæður, kemur út með 40% fylgi sem að ekkert svo mörg ár síðan að þessi flokkar voru með allt upp í 60% fylgi og voru bara Ísland. Ég held að sé engin leið að lesa það út úr stöðunni að þessi flokkar eigi möguleika á því að komast yfir 50% aftur. Það er svona í náinni framtíð, það þarf eitthvað mikið að ganga á. Þarna voru 9 flokkar sem voru ekki til fyrir 4 árum sem að ná samanlagt, ekki nálega svona 28% fylgi sem að bendir til gríðarlegs vilja stórs hóps kjósenda að knýja hér á einhverja breytingar. Við sjáum náttúrulega hrörnun samfylkingarinnar sem að hefur farvegur sósíaldemókratinn úr Íslandi eyðilagðist. Við getum deilt það hver ástæðan fyrir því, hvort það var ríkisstjórn Geirs Haarde, ákvörðun það að verna með Sjálfstæðisflokknum og sem eiginlega svona stéttarsamvinnu blerisminn, þar sem að hann vinnur eiginlega og flokkurinn kannski tapar endalega sínu stéttarbaráttulega uppruna að berjast fyrir lágstéttur og þeirra sem vinna mega sín. Misti andlitið. Já, og síðan erfitt stjórnarsamstarf með Vinstri grænum í gegnum mjög erfiða tíma sem að endalaust hægt að velta fyrir sér hvernig stóðu sig í, en ég held að dómur samfylkingarinnar hlut þeirra í hruninu, menn ég held að menn átti sig ekki alveg á því að það er kosið svo stuttu eftir hrunið 2009 að það verður ekki til einhver valkostu við hliðina á það. Þannig að ágætis niðurstaða samfylkingarinnar þá er eiginlega frestun á áfallinu sem kemur seinna. Ég myndi ekki ætla að allt hrunið 2013 væri ríkisstjórn Jóhann að kenna. Þannig að það eru nokkra svona stórsugur hann í gangi. Við hins vegar erum með þannig og síðan erum við með svona leikborð þar sem engin skýr skilaboð. Það ekkert svona klárt hvernig hægt að búa til sátt við þjóðina. Við höfum forsugu þar sem að þjóðin hefur kastað af sér öllum síðustu ríkisstjórnum. Og það ekki bara ríkisstjórnin sem að fara að hröggla frá núna, heldur var ríkisstjórn Jóhannu raunverulega gerð valdalaus með Icesave og satt bara síðustu 2 ári valdalaus. Hrunstjórninni var hent. Og ríkisstjórnin sem við nefndum kosningarna 2003 áðan, að sú ríkisstjórn hafði raunverulega engan frið því að það voru 3 forsætisráðherra og hún var bara að leysast upp. Þannig að almenningur, kjósandi og vaxandi vald almennings, það er svona valdefling almennings, það er ein saga sem við getum lesið út úr þessu, að almenningur hefur eiginlega ekki gefið gömlu stjórnmálahugmyndunum neitt frið síðan 2003. Og stjórnmálin hafa ekki náð neinu, þau veit ekki hvernig á að tala við almenning, þau veit ekki hvernig á að afla málefni sínu stuðnings og ég held að þetta sé rennu fyrir fólki núna þegar það situr við stjórnarmyndunarborðið, að það átta sig á því það hefur eiginlega ekki umboð, raunverulega, eða upplifir ekki hafa neitt umboð til þess að sveigja til eitthvað í kosningaloforunum sínum, þannig að það veit að ef það fer aðeins yfir línuna, að þá verður þau bara hent. Og þar nær enginn saman að því það upplifir það enginn eða finnur það enginn hjá sér að tala bara eitthvað svona nýjan söguþráð inn í þetta. Að hvers konar land við viljum búa í og hvert við erum að fara og hvað við þurfum að gera til þess að komast okkar. Fín greining. Annað mál sem eru höftin, afnám þeirra, hversu stór frétt er það að þínu viti? Menn greinir ennþá á það hvort að höftin séu yfirleitt að fara. Höftin náttúrulega ekkert að fara en þau verða rýmkuð og þetta er stór frétt að því leiti til að þetta er ákveðið heilbrigðismerki að við séum komin í aðstæður þar sem við getum rýmkað umtalsvert. Stóra breytan í því náttúrulega er að það náðu samningar við kröfuhafa föllnu bankana það að eyða þessum krónueignum sem þeir voru fastir með hérna inni. Hvað gerist við rýmkun hafta? Ég meina, eitt sem hefur verið svona gegnumgangandi á undanförnum árum er það að lífeyrissjóðir hafa vælt mikið það að komast ekki út úr íslenska hagkerfinu og eru náttúrulega búin að eignast allt einhvern veginn innan íslenska hagkerfis fyrir vikið. Nú þegar þeir loksins komast út þá vilja þær helst ekkert fara vegna þess að þeir fá ekkert sömu ávöxtun utan hagkerfis sem þeir fá hérna og það er hættulegt. Lífeyrissjóðirnir eru orðnir allt og stórir hérna innan hagkerfisins. Annars ef við verðum að fylgjast mjög vel með og er oft orsakavaldur af niðursveiflunum hjá okkur er það að spákaupmenn eru ansi gjarnir að finna leiðir til að spila á þetta litla örhagkerfi okkar.
síðast gerðu þeirra með þessum vaxtamunum viðskiptum með því að taka lán í lágvaxtamyntum og kaupa hávaxta íslenska skuldabréf. Við erum alltaf með háa vexti og það endaði eins og það endaði. Núna telur Seðlabankinn sig vera búin að finna einhverja leið til þess að dempra þetta en maður má ekki vanmeta það að það er klárt fólk sem vinnur í þessum alþjóða fjármála gera og það mun örugglega finna einhverja leiðir til þess að spila á þetta íslenska hagkerfi og þessa örmynt sem við erum með. Þannig að ég held að það séu miklar áskoranir framundan hjá okkur efnahagslega á næsta ári, bæði vegna þess að heimsmarkaðsverð olíu er að hækka, við vitum það að þegar það gerist þá hættir að toga á móti og þá kemur verðbólga, styrking krónunnar er orðin óeðlileg og það var að vera mikið vandamál og þegar það bætist við að við erum að fara að losa opna hagkerfi meira, þá gætu hlutinni gerst ansi hratt því miður ef að allt fer á versta veg og við vitum að við erum og þannig að þetta er mikið til rússíbani, við höfum svona hraðar uppsveiflur og miklar niðursveiflur og við erum líklega á toppnum núna á þessari hagsveiflu sem hefur átt sér stað út af ferðamennskunni og við höfum ekki, þrátt fyrir að ferðamennskan sé búin að vera blússandi siglingu í 6 ár, ekki búið til neitt langtímaplan um það hvernig við ætlum að haga þessu. Við erum ekki búin að koma okkur saman um það hvernig við ætlum að skattleggja þessa auðlindanýtingu sem ferðaþjónusta er. Við erum búin að láta innviði grotna niður þrátt fyrir að nýting á þeim hefur stóraukist með því að fjöldi þeirra til dæmis sem er að nýta veginn okkar er komin í hátt á 3 milljón með öllum þessum túristum sem eru komnir hingað og það er mjög íslenskt að gera þetta svona, hugsa til skamms tíma og ég held að það verði ansi fljótt margir sem lendi í vandræðum með þetta heldur svona áfram vegna þess að eins og í öllum gullgrafaraævintýrum sem við förum í þá er hugsað til skamms tíma, menn gíra sig í botn, byggja hótel og ferðaþjónustu, batteri alls konar, þegar að kemur smá slags í það að þá fara svona dóminókubbarnir að falla og ég held að það verði þannig á næsta ári að því miður það verða margir sem lendi í vandræðum og þá stöndum við aftur frammi fyrir nákvæmlega sömu hlutum við stóðum frammi fyrir eftir hrunið, hvernig á að takast á við það, á að leyfa mönnum að halda eignum sínum þrátt fyrir að það farið á geyst, á að afskrifa hjá þeim, eiga bankar að fara að taka yfir þessi fyrirtæki og selja það út aftur og svo framvegis. Að lokum, það eru margir sem segja sem svo að við okkar kynslóð og eldri kynslóðin séu að skila svona unga fólkinu inn í samfélagið við verri aðstæður, við tókum við því, nefna þar fasteignamálin og svo er bara almennt talað um fátækt á Íslandi og lág launa meðaltali, innviðirnir, fisknir, menntakerfið er þar nefnt og heilbrigðiskerfið ekki síst. Þessi ásjóna samfélagsins, hvernig blasir hún við þér? Hún bara er ýmis konar sérhagsmunir hafa ráðið uppbyggingu Íslands samfélags undanfarna áratugi og það hefur skilað sér í því að lífskjör svona venjulegs launafólks er miklu lakari hér en annars þar. Velferðarkerfið er veikara, launin eru lægri, svona öryggið í samfélaginu og réttindi veikari og almennt bara lakara samfélag fyrir venjulegt fólk heldur í nágrannlöndunum. Ég get ekki eitt dæmi. Ef þú berð saman bara skattkerfið með nágrannlöndunum, bara Skandinavíu, Holland, eitthvað svona þessi gömlu traustu velferðarkerfi, þá er skattprósenta venjulegs launafólk svona svipuð hér og víða herri því miður, sumstaðar, sérstaklega ef eru komið börn eða með út af vaxtabótum og öðru slíku. Virðisaukaskattur er hér sambarlegur eða ívið hærri en annars þar. En ef þú tekur fyrirtækjaskatta, þá erum við með miklu lægri fyrirtækjaskatta, við erum með miklu lægri fjármagnstekjuskatta og annað slíkt. Þannig að skattkerfið er skipt í tvennt og annars vegar erum við með það sem venjulegt fólk borgar, það er bara svipað og ívið hærra heldur en annars þar og svo hins vegar það sem sérhagsmunirnir hafa skammtað sér, það er miklu lægra en annars þar. Þar vorum við bara eftir hrun á jaðri þess að vera hægt að skilgreina okkur sem aflandseyju, því við vorum með svo lága fyrirtækjaskatta og lága fjármagnstekjuskatta. Við erum með grotnandi heilbrigðiskerfi, menntakerfi og svona. Af hverju heldur það sé? Er það vegna þess að almenningur borgar ekki nógu mikið skatta eða því að sérhagsmunir borgar ekki nógu mikið skatta? Þetta er bara hárrétt. Við getum horft á þetta þannig og oft þegar stjórnmálamenn sem hafa ráðið miklu um það hvernig kerfin eru uppbyggð, eins og Gunnar Smári minntist á áðan, við erum með 2 flokka, annar Framsóknarflokkurinn sem hefur verið við stjórnvölinu í Íslandi 2/3 hluta af sinni tilveru. 62. Sjálfstæðarflokkurinn 3/4 hluta. Þessi 2 flokkar hafa búið til íslenskt samfélag, öll stjórnkerfi sem eru. Það er oft sagt á tyllidögum að hér sé svo mikill jöfnuður þegar horft er á laun.
En það er ástæðan fyrir því að sko, skipting gæða á Íslandi, hún mælist ekki í launum. Það er bara hópur fólk sem vinnur sko, hjá hinum sem eiga eiginlega allt. Og það, að það sé lítill munur á milli hæstu og lægstu launa það þýðir einfaldlega að öll laun eru frekar lág. Það er lítill hluti Íslendinga sem eru með há laun. Þegar við horfum hins vegar á skiptingu eigna, það sem fólk á, þá er sífellt meira að safnast á færri hendur efst í píramídanum. Lítið nokkur prósent Íslendinga eru að safna til sín flestum eignunum. Þetta er bara afleiðing af kerfinu sem við erum búin að byggja upp. Það að láta velferðarkerfin, menntakerfið, heilbrigðiskerfið og bara stór velferðarkerfið grotna niður með þeim hætti sem við gerum, rýrir lífsgæði allra vegna þess að flest launafólk sækir mest sín lífsgæði til þessara kerfa. Þau greiða minna á því að fá 2, 3, 4% skattalækkun en að það sé setti meiri peningar í þessi kerfi. Og þú veist, þú myndist á fasteignamarkaðinum, ég meina við erum búin að sjá 65% hækkun á fasteignaverði frá 2010, 65%. Það er risastór aðgangshindrun inn á þennan markað og það sem hefur gerst eftir hrun frá því að fasteignamarkaðurinn fór alveg í botn, í frost, það að þeir sem eiga peninga hafa komið undir sín alveg óbúslega miklu magni af fasteignum og þeir eru að græða á svo uppsveiflu að meðan stærri og stærri hluti þjóðarinnar kemur ekki þakki yfir höfuð, getur ekki verið þátttakandi að leigumarkaði og hefur ekki tækin og tólin til þess að komast inn á eignamarkað. Þetta er staðan. Við stöndum fram fyrir því að við erum ekki að búa til störfin fyrir ungt fólk. Við erum bara að búa til störf fyrir láglaunafólk og ómenntað fólk í ferðaþjónustu. Við erum auðlindadrifið hagkerfi og nýtum ekki kraftin sem auðlinda gefa okkur til þess að búa til störf sem ungt menntað fólk vil vinna í. Við erum að missa ungt fólk út úr landi. Hvert árið á fætur öðru, þetta er fyrsta sinn sem þetta gerist í Íslandssögunni, eru fleiri Íslendingar að flytja í burtu en að flytja heim. Núna 2014, 2015 og það sem afið árið 2016. Þetta er staðan. Og ég meina, þetta er stóra viðfang stjórnmálana á næstu árum. Það er að takast á við þessa stöðu og byggja upp samfélag sem fólki sem býr hérna vill búa í. Ég verð samt að segja Þórður Snær, gleðilegt nýtt ár. Sömuleiðis. Gleðilegt nýtt ár. Gleðilegt ár. Þetta með lokið að sinni. Við komum hér að vikuliðinni með enn önnur fréttamál. Hvað þá verður hæst í fréttum veit svo sem enginn, allar síst þeir sem sitja hér við þetta borð verið í sælu sinni.